Sæl veriði og verið velkomin í Flugvismiðjuna. Í dag þá ætlum við ekkert að kíkja neitt á Rásina heldur ætla ég að sýna ykkur veiðdagbókina mína sem ég hef sett upp og held og ég með hana bara hérna online Google Sheet sem nú auðveldara finnst mér heldur en Excel en ég mun geta, og það er þetta að save þetta í Excel sem Excel-fæli ef menn vilja, en ég deili þessu sem Excel-fæl líka inn á delluna og þær grúpur sem ég hyggst deila þess á. Ég hef nú deilt þessu áður og ég ætla bara rétt að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Þetta er tiltölulega idiot proof. En þetta er sem sé sett upp svona og svo eru undirfælar þetta niðri, apríl, maí, þetta er náttúrulega tómt af því þetta er veiðdagbókin 2022. Þannig að við förum hérna bara í apríl sem dæmi og þá erum við með dagsetningu, vatn eða á, veiðistað, urriða, bleikis, jógurting eða lax og svo eitthvað annað, það getur flundra eða eitthvað. Ég setti nú inn fugl þetta líka því ég er nú stundum að skjóta en nú eiginlega samt hættur því. Og svo við færum þetta til hliðar hérna, þá sjáum við, það færum við stærð á fiski, pundi eða sentimetrar, hvaða agn voru að nota flugu eða, og þá hvaða flugu og slíkt og svo bara já eða nei, hvort það var sleppt eða ekki. Veður, hitastig og svo einhverjar frekari athugasemdir ef menn vilja færa inn. En þetta virkar sem sé svona, ef við setjum nú hérna inn að þetta er í apríl hérna, og segjum við bara hérna 1. apríl. Ég skrifi þetta nú yfirleitt bara svona inn 1. apríl. Gefum okkur það ég fer í Sauðlauksdalinn og við förum í Ósinn. Það er uppáhalds staður og segjum við fáum hérna síðan hefnir þó að bleikjan sé nú ekki mætt þarna, við fáum 2 bleikjur og 2 sjóbirtinga sem dæmi. 35 sentimetrar, fluga og við stundum að veiða og sleppa, þegar ég gerir það. Og svo færum við bara hérna inn veður, það er logn, hitastig, það er 0 gráður, apríl, engar athugasemdir, en það sem að skjalið gerir svo, sjáum við hérna, ef við skrólum okkur hérna niður, þá reiknar skjalið þetta saman sem sé fiskana hérna, það er sem sé bleikja og urriði og svo fiskar alls í þessu mánuði. Svo getum við haft í rauninni hérna í maí, þá gerir þetta sama og júní, júlí, ágúst, september og við fram í október ef menn eru að veiða svo lengi. En þetta er eins og ég segjum tiltölulega einfalt í notkun og menn alltaf geti breytt þessu og allt þetta sem eins og þið viljið, þetta er alltaf bara alveg eftir ykkar höfði. En þá er þessari stuttu sýnikennslu á því hvernig við notum veiðdagbókina lokið. Þetta er rosalega skemmtilegt að nota og geta fylgst með eigin árangri milli ára, sérstaklega á talningum ef þú ert að veiða sömu vötnin eða sömu árnar kannski eins og ég hef verið að veiða svona þegar mest er, þá hefur ég verið að fara í Sauðlauksdalinn alveg upp undir 30 daga á sumri og þá er mjög gaman að bera saman árangur á milli ára og eftir veðurfari og fleiru. Þó svo það hefur orðið algjör 100% aflabrestur og bleikju þar í fyrra, þá er ég nú ekki búinn að gefast upp á vatninu en þá ég ætla að fara í sumar og sjá hvort að bleikjan skilir sér ekki, en hún gerir það ekki í fyrra, því miður. En allavega, þetta er veiðdagbókin og þið getið svo, þegar þetta sjáum við svona blank, ef við fyrir með í maí, þú getið ítt á þennan takka hérna og ítt á bara Ctrl Copy til þess að í rauninni færa þetta yfir á, búa til eitthvað annað sheet þið viljið. En þá er þessu stutta kennslufyrirlestri lokið og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið.
Þið megið endilega gera áskrifendur til Rásinu og allt það, styrkja hana og deila vídeóinu. En þangað til næst, þá sjáumst við bara hress og gott í næstu vídeói. Takk fyrir.